Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling dagsins. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og í dag er mánudagurinn 20. og 4. febrúar. Nú eins og ég ræddi við ykkur síðast þá er ég búinn að breyta fyrirkomulaginu. Ég er ekki með neitt prompter og ég ætla að prófa það aftur núna. Ég ætla að sjá hvernig þetta fer. Ég fekk mjög góð viðbrögð við þessu síðast. Það voru nokkrir sem sendu á mig sem voru hæst ánægðir með þetta. Það var enginn sem að kvartaði allavega undan þessu og þátturinn fekk líka töluvert meiri hlustun heldur en þættirnir svona almennt gera. En já, ef að þú ert að hlusta á þetta á YouTube þá máttu gera endilega subscribe á þessa rás. Það hjálpa mér gríðarlega, svo endilega ef þér líkar þetta rosalega mikið þá máttu líka deila þessu með viniðinum. Nú ef að þú hefur tök á og líkar þetta gríðarlega vel að þá máttu endilega líka gerast áskrifandi á partus.is/1pæling en þannig fjármagna ég þennan vettvang og þá er þetta slást í hóp þeirra sem að gera mér kleift að sinna þessu og halda þessu svona opnu. Þannig að ef að þér líkar þetta og vilt fá meira svona að þá endilega partus.is/1pæling en það eru nokkrir hlutir sem ég langar að ræða. Mér langar að byrja á fyrirbæri sem að ég hef rætt áður og það er svona ótrúleg þróun varðar greiningar og lyfjanotkun Íslendinga. Ég hef nú sagt það áður að ADHD sé tískufyrirbæri og það var svona einhverjir orðið pirraðir yfir því en ef við pælum bara í þessu fyrirbæri ADHD, þetta er eitthvað sem að var alltaf til staðar, maður man alveg eftir því þegar maður var yngri að það voru einhverjir sem að þurftu aðstoð við að takast á við nám og fleira því þar fram eftir göttunum. En núna virðist þetta vera sem að bara ótrúlega stór hluti fólks einhvern veginn haldinn þessu. Þessu náttúrulega hefur líka fylgt gríðarleg aukning varðar kvíða. Maður heyrir þetta líka á fólki, ástæðan líka fyrir ég kalla þetta tískufyrirbæri að það er rosalega mikið af fólki sem það þekkir. Sem að notar þetta einfaldlega til einhvers konar afsökunar. Þetta orðið svo stór hluti af þínu einkenni. Fólk talar að þau sé að fara að takast á eitthvað verkefni eða þurfa að gera eitthvað þar fram til göttunum og það var alltaf sagt sem útskýring á því af hverju það er ekki búið að gera eitthvað að já, hann ætla ADHD-ið mitt. Hann ætla ADHD-ið mitt sem að heldur mér aftur og það er svo mikið sem að ég get ekki gert út af því að ég er haldinn ADHD. Og ég hef verið að pæla í svona menningarlegum þáttum sem að snúa þessu og hvaða áhrif þetta hefur og ég held að þetta hafi miklu víðtækari áhrif heldur en að við almennt gerum okkur grein fyrir. Og ef að sú þróun sem hefur verið undanfarin ár, ég held að á Íslandi hafi þetta aukist 314% á seinustu 10 árum og ef að sú þróun heldur áfram þá verðum við einhvern veginn öll komin með ADHD áður en langt líður. Og ég hef verið einhvern veginn að reyna að sjá fyrir mér hvaða áhrif þetta hefur menningarlega. Út af því að nú náttúrulega líka gríðarlega mikil kulnun sem að annað svona einkenni sem að fólk einhvern veginn ber fyrir sig undir þeim formerkjum að það sem get ekki tekist á við vinnuna eða eitthvað annað því líkt. Það var alltaf sagt, já, nei, ég var náttúrulega í kulnun, ég var bara alveg kulnar, ég var að gera svo mikið. Og ég hef verið að velta því fyrir mér hvaða víðtæku áhrif þetta mun koma til með að hafa á samfélagsgerðina og þá líka lífskjör í landinu. Ég hef reyndar til dæmis mjög oft verið að spyrja þeirra spurningar bara hvað þýðir það þegar að stórir geirar, sérstaklega náttúrulega hjá hinu opinbera, í kulnun. Í sumum tilfellum við að tala 40% starfsfólks. Og ég held að ekkert samfélag geti rekið sig til lengri tíma ef að það eru 40% af vinnandi höndum í kulnun. Vinnufyrirkomulagið hefur náttúrulega í flestum tilfellum verið þannig að fólk vinnur út starfsævina og nær svo að njóta lífsins í kjölfarið og það að færa rök fyrir því að það sé bara algjörlega ómögulegt til hvers að strita til þess að njóta eftir árana þegar maður orðinn lúinn. En það breytir því samt ekki að það svolítið það sem við reiðum okkur á út af því að lífskjörin okkar fastbundin við það að fólk sé að sinna sinni vinnu. En við erum einhvern veginn búin að sætta okkur við það að Íslendingar sinna opinberum störfum og útlendingar sinna störfum hjá einkageiranum. Þeir geta sjálfsögðu ekki farið í kulnun eins og hefur svona komið í ljós. Ég held að það séu miklu færri útlendingar í kulnun heldur en Íslendingar. Og ég hef verið að pæla í þessu bara hvernig getum við gert þetta til lengri tíma. Ofan á þetta kemur svo ADHD. Að það einhvern veginn oft í samfloti líka, það eru mjög margir sem að fara í kulnun sem að eru með ADHD greiningu, þá þetta oftast,
þá er þetta oft greining sem líka fengin með því að fara á milli lækna til þess að fá sannfæra læknin nánast það og sért með ADHD-greiningu. Ég gerir ráð fyrir því að maður, ef ég myndi vilja ADHD-greiningu, þá myndi ég bara fara inn á ChatGPT og skrifa niður hvað ég þarf að segja við læknin til þess að fá hana. En ég, hvort að þetta sé rétt eða ekki, sem ég reyndar held að sé 100% ekki, það getur ekki verið að svona hátt hlutfall sé með ADHD út af því að við erum margfalt á við Norðmenn. Ég heldur séum 13 sinnum fleiri með ADHD-greiningu heldur en Norðmenn, 3 sinnum meira heldur en í Svíþjóð, og þetta náttúrulega algjörlega stjórnlaust galið. En ég hef verið að hugsa þetta og ég setti þetta í samhengi við Aldous Huxley. Það er frábær bók fyrir þá sem hef ekki lesið sem heitir Brave New World. Og þar er fjallað það, þetta er hliðstæða en samt sem áður einhvers konar andstæða við 1984. Þetta er ofríki í rauninni á hinum skalanum. Og mér langar að lesa stutta tilvitnun úr þessari bók sem er reyndar á ensku, en hún er svona. And if ever, by some unlucky chance, anything unpleasant should somehow happen, why, there's always Soma to give you a holiday from the facts. And there's always Soma to calm your anger, to reconcile you to your enemies, to make you patient and long-suffering. In the past, you could only accomplish these things by making a great effort and years of hard moral training. Now you swallow 2 or 3 half-a-gram tablets, and there you are. Anybody can be virtuous now. You can carry at least half your morality about in a bottle. Christianity without tears, that's what Soma is. Það sem er merkilegt við þessa bók er að hún gefur okkur ákveðna ímynd af dystopískum veruleika, þar sem að ríkið er náttúrulega búið að taka yfir allt, en það er samt ekki alfarið bundið við það. Heldur er þetta veruleiki þar sem að hamingjan sé helst bundin við það að þú náir árangri með því að fullnægja þínum þörfum allan daginn. Það er að segja að þú þarft aldrei að takast á en verkefni, það er ekkert sem að heitir áunnin verðlaun, það er ekkert, delayed gratification, hvað er það? Seinkuð umbun, gerir ég ráð fyrir, að þú þarft aldrei að vinna fyrir neinu, þú þarft aldrei að gera neitt, heldur bara færðu allt upp í hendurnar. Þá átt að leika skilið, að sjá veruleikann þannig að þú þurfir að vinna fyrir hlutunum eða takast á við erfiðar aðstæður, að það er í sjálfu sér varhugavert. Og ég hef mikið verið að pæla í þessu út frá þessum forsendum, út af því að það hefur náttúrulega verið síðastliðna áratugi, við höfum alltaf horft á þetta þannig að sé vont að þú þurfir ekki að takast á hennar aðstæður, að þú einhvern veginn getur bara tekið pillu og þá ertu bara einhvern veginn búin að móta þér nýjan veruleika og þá verður allt betra. Og ég held að ADHD sé svolítið svoleiðis. Ég held að ADHD sé tískufyrirbæri út af því í fyrsta lagi er þetta eitthvað sem að mjög margir eru með og allt of margir að svo virðist. Það eru miklu fleiri hér heldur en annars staðar og þar hljótu við að þurfa að spyrja okkur einhverja spurninga. Þær spurningar eru aðalega bundnar við bara hversu mikið af ADHD við getum komið til landsins og hvernig við getum fengið fleiri greiningar. Það hefur verið eitthvað sagt þetta, maður hefur séð lækna koma fram og segja heyrðu, við þurfum kannski aðeins að fara að hægja á þessu, þetta er kannski orðið pínu gali. En þá er það alltaf, þá kemur einhver á afturlappirnar og segja bara, ertu að segja það að ég sé ekki með ADHD og þetta er ótrúlega að fylgjast með þessu. Líka þegar maður á prívat samræður ADHD, þá einhvern veginn er þetta það að segja við manneskjunni, ég held að sé óskynsamlegt að þú sért að fá þér amfetamín alla daga til þess að takast á við þinn veruleika, að þá er það einhvern veginn orðið, neini, það er bara dónaskapur, Svo er ég man eftir að Jakob Birgisson var með uppistand sem að heitir Vaxtaverkir, ef ég er að muna þetta rétt, og þar fór hann yfir þetta. Ég hef nefnt þetta í hlaðvarpinu Ein pæling, þar sem hann bendir á það, hann er einhverju samtal við vin sinn og vinur hann segir, heyrðu, ég bara náttúrulega greindur með allt og ekkert og ég fekk greiningu og nú er ég komin á lyf og ég er bara allt annar. Og þá segir Jakob Birgisson, að sjálfsögðu ertu allt annar, þú ert á amfetamíni. Og mér var þetta ótrúlega fyndin, svolítið samt þetta er fyndið út af því að þetta er náttúrulega rétt, en þetta er líka ákveðin sögurskýring á því hvað við erum einhvern veginn að gera. Og ég pæli í þessu út frá þessu forsendu, við á Íslandi
búum við góð lífskjör. Og það var ekki út af því að fólk vorkenndi sér nægilega mikið eða var að væla nægilega mikið á netinu. Og ég sé stundum, sko, ég lesa reyndar engin komment sem ég sé á samfélagsmiðlum. Ég bara sé ekki tilganginn í því út af það er svo mikið vitleysa sem fer það fram að einstakar sinnum þegar ég er að opna þessa miðla, þá sé ég út af mér svona einhver sem að skrifar að ég sé að vera forréttindafirrtur og að, þú veist, ég þekki þessi hugtök, þessi bullhugtök sem er búið að einhvern veginn að búa til þess að reyna að friðþægja einhverjar manneskju sem að hafa það atvinna að vorkenna sér. Og það er svo fyndið að fylgjast með það, sko, þessi manneskja er augljóslega, sko, ef að sá veruleiki er fyrir hendi að hún eða hann sé að vorkenna sér til þess að láta sér líða betur, þá er það aðalega út frá spegilmynd þess sem hún fær eða fær ekki inn á samfélagsmiðlunum. Það er að segja, grunnforsendan fyrir því að þessi einstaklingur sé að bera fram athuganir það sem ég ætlum að segja það sem ég er að tala núna, er helst til þess fallin að fá einhvers konar, sko, viðurkenningu á þessum vanda. Og þetta er eins og ég segi, þetta er stórkostlega undarlegt, en við af einhverjum óskiljanlegum ástæðum erum við búin að samþykkja að það sé orðið eðlilegt að mamma eða pabbi sé að hlaupa á milli lækna til þess að reyna að sækjast eftir greiningu sem að virðist ekki vera fyrir hendi miðað við fyrirliggjandi forsendur. Og þetta er náttúrulega mjög skrítið með það að gera, sko, ef ég færi með barn til læknis og ég myndi segja, heyrðu, ég geti trúið það er þessi einkenni, þetta einkenni, að ég geti bara trúið að þessi einstaklingur, ég fór að googla þetta eitthvað og geti trúið að barnið sé með ADHD eða einhverju eða eitthvað þannig. Og læknirinn segja, já, nei, það er bara ekki þannig. Þessi krakki er ekki með það. Að þá er það, sko, eitthvað sem ég myndi telja að vera fagnaðarefni. Bara, vá, en frábært að vera ekki greindur með einhver geðkvilla. En nei, það er ekki þannig. Þá er það, sko, orðið einhver hálfgerð árás á þetta foreldri fyrir það að mistúlka það hvernig barninu líður, og þá farið til næsta læknis til þess að sækjast eftir þessari greiningu. Og mér finnst þetta svo ótrúlega klikkað að ég bara á ekki til orð. Sko, ætti það ekki að vera markmið í sjálfu sér að börn séu að nota sem minnst af lyfjum? Væri það ekki bara svona grunnforsenda fyrir einhverjum svona eðlilegu sambandi við lyfjanotkun? Bara almennt, þá er ég ekki að tala bara fyrir þetta barn, heldur bara svona almenn hvernig við erum til að útluta lyfjum og fleira þar fram eftir götunum. Það á ekki að við þurfum að vera læknisins að vera að takmarka, eins og við hefur aðeins komið fram núna í fréttum, þar sem að vera að benda það að við höfum verið að gefa of mikið út af þessum lyfjum og læknar þurfa að fara að takmarka það. Ætti það ekki að vera í höndum foreldrana sjálfra að gera sér grein fyrir því að lyfjanotkun barna er ekki í eðli sínu jákvæð. En já, eins og segi, það er frekar skringilegt að fylgjast með þessu. Það er annað sem er ekki algjörlega þessu ótengt, en það er kennarar núna í verkfalli, og eins og ég hef komið inn áður þá styð ég þetta verkfall heils hugar, einfaldlega út af því að kennarar eru of lélegir. Það er of mikið af starfandi kennurum sem eru of lélegir, og ég gerir mér núna fyllilega grein fyrir því að við erum að reka mjög dýrt skólakerfi, en ég held að það sé út af því, það er að segja, ég held að við séum að fá lélega niðurstöður þrátt fyrir það að við séum að eyða mjög miklu í það út af forsendunum sem ég var að nefna áðan, sem er kulnun. Og ég held að kulnun sé eitthvað sem að við þurfum að fara aftur í tíman og horfa á þannig að kulnun er almennt séð út af því að þú átt ekki verið í þessu starfi. Það er ekki, náttúrulega, sko, í mörgu tilfellum er þetta ekki kulnun í starfi, í mörgu tilfellum er þetta kulnun í lífinu, en ef þetta er kulnun í starfi, þá áttu að vera að gera eitthvað annað. Þú átt ekki að vera að, sko, fá greidd laun fyrir það að mæta ekki í vinnuna. Það er bara galið. Að sjálfsögðu á fólk að eiga rétt á veikindaleyfum þegar það er að takast á við erfiðar aðstæður, en að við séum með 40% af vinnumarkaðnum, til dæmis eins og núna kom fram hjá háskólakennurum, að 40% eru annaðhvort við það að fara í kulnun eða í kulnun, að þá er það bara út af því að þeir ekki vera að vinna í þessu. Þá er bara að finna sér eitthvað annað að gera. Við getum ekki verið að, sko, sækjast eftir góðum lífskjörum og við búum við, samhliða því náttúrulega, ég vonum það að reyna, eins og ég hef nú sagt áður, ég held að sé skylda okkar
að reyna að búa þannig í haginn að okkar börn fái jafn góð eða betri lífskjör þar að segja, heldur en kynslóðunar undan. Það hefur alltaf verið þannig, það hefur verið þannig í mjög langan tíma til eins og á Íslandi, að við erum alltaf að reyna að búa þannig í haginn að við erum alltaf að bæta líf þeirra sem að taka við keflinu. Ég held að það sé nokkuð fyrirsjáanlegt að þær kynslóðir sem eru uppi í dag eru ekki að vinna að því. Ég held að við séum ekki að bæta lífskjör. Ég held að við séum aðalega bundin við það að reyna að hámarka svolítið eins og í dystopískri sögu Aldous Huxley, Brave New World, þar sem einmitt við erum að reyna að hámarka einhverja ánægju til þess að eldast. Við erum eins og einhver e-pillusjúklingur sem er alltaf að reyna að eldast við einhverja vímu sem að koma í upphafi, en við erum alltaf að reyna að bæta kjör með því að prenta pening. Og ég held að þetta sé eitthvað sem er, eins og segi, algjörlega ósjálfbært. Við munum ekki geta rekið þetta svona í langan tíma. En að kennurum, ég held að, það er allt of margir lélegir kennarar. Það er allt of margir lélegir kennarar að sinna sinni vinnu. Krakkarnir þurfa að súpa alltaf bara segða því. Þetta er náttúrulega í samfloti líka við COVID-19, þar sem að við skiljum ekki af hverju félagsþroski ungmenna er svona lélegur eftir að við lokuðum þau inni á miklum uppvaxtar árum í 2 ár. 1 ár hefur almennt verið talið svona mjög alvarlegt varðar félagsleg tengsl og þannig hjá ungum fólki á viðkvæmum aldri. En við ákváðum að hendi 2 til þess að takast á við veiru sem ég held að hafi ekki verið þess virði þegar öll á botni hvolft. Ég held að miklu fleiri ungmenni séu að fara að deyja út af aðgerðum þessara veiru heldur en nokkuð tímann dó út af veirunni. Og ég náttúrulega reyndi að vara við þessu á sínum tíma, en það var bara einn fókus og það var veiran, og það eru mjög fáir sem vilja taka ábyrgð á þessu út af því að sumir segja bara þríeykið hafi átt að taka þetta, en sumir segja að stjórnmálamenn hefðu átt að stíga inn í. Og við samþykktum þetta í 2 ár og núna erum við náttúrulega að sjá mjög vond tengsl í öllu sem viðkemur félagsþróun ungmenna og barna. Það var til dæmis núna bara í morgun, þá var verið að fjalla um það á Morgunblaðinu, að það var ung stúlka sem að varð fyrir einhvers konar árás með stíflueyði, held ég. Það er eina sagt, ég get ekki ímyndað mér sársaukann sem hún fór í gegnum, segir faðir stúlku sem lenti í hrottafengnu ofbeldi á skólalóði í Breiðagerðisskóla í október árið 2023 þegar 2 drengir réðust á hana með stíflueyði. Stúlkan sem var 12 ára þá særðist alvarlega og glímir enn við afleiðingarnar sem raunar fylgja henni alla ævi. Ætandi efni fór í munn hennar og auga. Aðeins heppni og rétt viðbragð stúlkunar veittu henni, og þeirra sem veittu henni aðhlynningu var til þess að hún misti ekki sjónina. Og svo kemur fram að þessi drengir hafa ekki þurft að sæta neinum refsingum og bara var vikið frá í viku og svo bara er haldið áfram. Og við náttúrulega, eins og ég segi, þetta er mjög fyrirsjáanlegt, samhliða því náttúrulega að það er búið að sleppa því að takast á við vandamál varðar menningatengd vandamál þegar ungi drengir frá stríðshrjáðum löndum koma til landsins. Þetta hefur verið ótrúlegasta feimnismál sem að einhvern veginn maður hlær, en maður ætti náttúrulega að gráta yfir þessu, því að fyrir einhverjum árum var held að það hafi verið skólar á Suðurnesjunum sem hafi sendt frá sér neyðarkall, en skólayfirvöld náttúrulega gerðu ekki neitt. Það hefur raunar verið ótrúlegt að fylgjast með skólayfirvöldum, og núna er Heiða Björg Hilmirsdóttir náttúrulega formaður sveitarfélagana, samtaka íslenskra sveitarfélaga, orðin borgarstjóri, þannig að það er nú ekki, maður getur ekki verið vongóður svona framhaldið í því hvernig verið tekist á við skólamálin. Og ég held reyndar að með við hvað það búið að vera haldið ótrúlega illa skólamálin, þá held ég að sé óumflýjanlegt að einkareknir skólar muni koma til með að fjölga mikið á næstu árum, sem að er náttúrulega frekar varhugavert, varðar stéttaskiptingu og fleira, en þegar að kennarar eru ekki nægilega góðir og að það er ekki samkeppnis forsendur fyrir hendi í öllu sem viðkemur skólastarfi, að þá held ég að við fáum bara ömurlega útkomu og við erum að sjá í dag. Og það er ástæðan fyrir því að ég held að kennarar ættu að fá það há laun að það verði ótrúlega eftirsótt að verða kennari á öllum stigum. Ég held að þetta verði þá bundið helst við það, náttúrulega, fyrsta lagi það er náttúrulega bara að taka út allar forsendur fyrir því að fólk geti farið í kulnun bara þegar það kemur og segist að hafa það eitthvað slæmt. Ég held að kulnun þurfi að vera
Já, úthýst, ef að fólk fer í einhvers konar veikindaleyfi út af álagi þá þarf að vera einhverjar forsendur fyrir hendi, ellegar þurfi fólk einfaldlega að hætta í vinnu eins og hefur alltaf verið, en ég held eins og ég segja að þetta verði verra áður en að verði gott. Heiða Björg Hilmisdóttir hefur bara eiginlega hræðilegt track record, svo ég fá að sletta, í sinni aðkomu að skólamálum og ég held að þess vegna muni þetta ekki koma til með að batna, en ég held aftur á móti, sko, foreldrar munu náttúrulega einhvern tímann rísa upp. Við erum að sjá náttúrulega algjörlega stjörnu galnar fréttir 12 ára stráka sem að taka yfir Breiðholtsskóla, stíflueyðis árásir reyndar sem gerist 2023, maður reyndar mann eftir þegar þetta kom, og það ekki tekist á við þessi vandamál, sko. Þessu öllu sópað undir teppið að einhverjum fagnefndum sem að Reykjavíkurborg og aðrar svona, já, aðrir bullarar eru að moka í okkur og þess vegna held ég að þetta mun koma til með að batna, en ég held eins og segja að þetta verði töluvert verra áður en þetta verður betra, en foreldrar ættu náttúrulega að rísa á afturlappirnar áður en að allt komið í óefni í þeim skólum sem að þeir eru í. Og þá ég ekki að tala það að allir að fara í kennarana og einhvern veginn öskra á þá. Ég held að það þurfi að fara í skólayfirvöld, krefjast þess að kennarar fái töluvert hærri laun og þá mun veljast í þetta betra fólk. Ég held að, og það ástæðan fyrir því að ég, styð þessa kjarabaráttu kennara. Ég held að kennarar séu það lélegir að við þurfum að fá betra fólk inn í þetta og ég held að ef við ætlum að fá betra fólk í þetta þá þurfum við að greiða hærri laun. Ég held að kerfið í sjálfu sér þyrfti ekkert að vera dýrara. Ég held að við þyrftum bara að breyta forsendunum og þeir sem að standa sig vel í vinnu fá umbun. Ég veit líka, sko, það fullt af kennurum sem eru sammála með þetta. Það fullt af kennurum sem að finnst þetta vera algjör della og að sé verið að móka undir einhverja kulnunar og kerfisfræðinga, en þannig bara staðan. Þannig að ég held að ef við myndum hækka launin, breyta forsendunum, að þá myndum við fá töluvert betri menntun, sérstaklega þegar að, sko, í stórum hluta þetta náttúrulega félaginn minn fór í kennaran, hann að segja læra kennaran, og þar lýsti hann því fyrir mér, sko, að á menntavísindasviði hafi hann með þurft að, sko, þreyta kúrsa þar sem hann var með einhverjum, svona, þið vitið nákvæmlega hvað ég að tala einhver sem að svona að tala kyn og kynþátt og að allt þurfi að vera einhvern veginn, allir þurfi að, sko, vera að athuga forréttindin sín og við séum einhvern veginn alltaf að passa okkur hvernig við tölum og svona microaggression þurfi að vera einhver svona rosa forsenda í 7 ára bekk og eitthvað þannig og, sko, erum við í alvörinni, en, sko, þegar ég hugsa út í þetta þá það kannski ekki skrítið, en maður pældi ekkert svakalega mikið í þessu, sko. PISA-kannan koma ömurlega. Krakkar ekki að læra að lesa né skrifa, né náttúrulega reikna. Svo spyrjum við okkur bara, hvað eiginlega í gangi? Og þá náttúrulega, þegar maður pælir í þessu, þá þetta náttúrulega mjög augljóst að, sko, tími barna í skólanum mjög takmarkaður. Hann bundinn við ákveðin tímafjölda, töluvert fleiri tíma samt heldur en að var áður, sem kannski líka eitthvað sem maður má endurskoða. Helstu fræðingar sem maður svona ætti að taka mark á hafa bent á þetta, að krakkar eru of lengi í skólanum líka. En sko, það besta við þetta sko, að það náttúrulega búið að vera að beita sig fyrir því að fá Þorstein V. Einarsson og Huldu Tolgers til þess að útskýra einhverja forréttindafirringu og hvað allir náttúrulega kallmenn eru ómikið að hafa sig frammi og við þurfum að passa okkur hvað orð við notum og þar fram eftir götunum. Örugglega snillingar í þessu, sko, öll börnin, örugglega vita alveg 100% hvernig má tala við hvaða kynþátt og þetta dót og svo lærið ekki að skrifa, né reikna, né lesa. Og náttúrulega, þegar maður setur þetta svona fram, þá á ekkert að koma okkur á óvart að börnin séu ekki að læra þessa hluti. Það bara verið að spóla einhverju dellu samhliða því sem þau þurfa að vera að læra. Þau eiga að vera að læra þessa 3 hluti og þá geta þau tekist á við verkefni lífsins. En ég einhvern veginn held að, sko, já, þessi vorkunnarstjórnmálum það að við þurfum einhvern veginn að vera einbytta okkur að því hvaða fólki við helst að vorkenna og hvernig við að koma fram við það og bla bla bla. Þetta ástæðan fyrir því að okkur gengur verr
og þetta er ástæðan fyrir því að lífskjör verða hérna verri og þetta er ástæðan fyrir því að lífskjör eru farin að verða margt til verri. Við erum að móka peningum inn á kerfi sem hefur verið gefnaði, við tökum ótrúlega háar upphæðir í lán hjá hinu opinbera og hjá sveitarfélögunum, skiljum svo ekki af hverju allt er að hækka í verði, það er bara út af því að það er verið að móka peningum inn á kerfi sem hefur verið gefnaði. Svo einhvern veginn bara skiljum við þetta ekki. Við bara skiljum þetta ekki. Við bara skiljum ekki af hverju allt hækkar svona í verði, allt verður dýrara, prís kemur inn, hækkar líka verðið þar og við bara tengjum ekki þessa hluti. En ég held í alveg tala að allt sem ég er búin að vera að tala sé tengt. Og þetta er ekki eitthvað ég að vera hérna með rosalega samsæriskenningar það að þetta sé allt tengt. Þetta er allt hlutir sem hafa áhrif á hvern annan. Og svo ég nefnum nú aftur, sko, við þurfum líka að íhuga það. Kennarar eru á fínum launum, en ég held aftur á móti að þau þurfa að verða gríðarlega samkeppnishæf. Ég held að þau þurfa að verða ákveðin virðing fyrir stéttinni. Núna í dag er þetta orðið þannig að við erum að horfa í augun á kennurum og segja við þau, hérna, já, hvað ertu? Já, ég er kennari. Já, ok, og hvað ætlar að verða svo? Þú veist, þetta á að vera þannig að ef einhver segir við á þessi kennari þá er það, vá, heyrðu, má ég kaupa handa þér drykk? Ef þú ert að tala við hitt kynni eða hvernig sem þeir líka það. En, og já, horfa á þetta þannig, ég meina ef þú ert að ráða en iðnaðarmann og segja eins og svo að fara hann á Facebook og farið einhvern iðnaðarmann í eitthvað verkefni, tekurðu ódýrasta iðnaðarmanninn eða þann sem þú telur að það sé besti þess fallin að sinna verkefninu. Sama gildi með til þess að þú farið tattoo sem er óskynsamlegt, einhver farið sér fyrir flúr og þú hugsa með þér, já, ég ætla að fara hann á Facebook og fá ódýrasta flúranan. Það hlýtur að vera besta flúrið. Nei, að sjálfsögðu ekki. Við myndum gera ráð fyrir því að við hefum að greiða hátt fyrir þjónustu þeirra sem að sinna henni vel. Og ég held að það sama gildi með kennara. Óháð því hvort að kerfi sé svona dýrt, óháð því hvort að þeir séu á fínu launum, þetta á að vera þannig laun, eiga að vera þannig laun, að það sé borin bæði að aðrir beri virðingu fyrir því, en líka að þau beri virðingu fyrir sjálfum sér. Þetta á ekki að vera þannig að ef að þú kemst inn í það að fá að kenna, að þá ertu að íhuga það hvort þú eigir að vera flugfreyja. Það er bara stjörnugalið með fullri virðingu fyrir flugfreyjan, það er örugglega fínt. En þetta ætti að vera það mikil sérhæfing að það bara þú myndir ekki íhuga að fara neitt annað. Þá á líka vera hægt að sparka þeim sem eru að standa sig illa. Það ætti að vera hægt að sparka þeim mjög auðveldlega og þar af leiðandi myndu kennarar fara að standa sig miklu betur. Eins og segi, ég er ekki með fleiri í dag og ég held bara að við þurfum að fara að íhuga þessi mál. Það virkar ekki að vorkenna sér til velmeðunar og það virkar ekki að hafa mjög lélega einstaklinga í því að kenna börnum. Það virkar ekki að vera að greiða það að lág laun að fólk sem er lélegt í því að kenna endist í starfi eða fari í kulnun, það á ekki heldur að vera í boði. Mér finnst þessi hlutir allir verið tengdir og svo náttúrulega er þetta, já, að lokum náttúrulega erum við öll komin í það að fara að éta einhverja pillur til þess að takast á með þennan veruleika sem er augljóslega ekki til þess fallin að veita okkur hamingju. Ég held að til þess að veita manni hamingju að þá þurfum að vinna fyrir því sjálfur. Ég held að það sé ekki bundið við það að þú takir pillu við öllu því sem að viðkemur þínu lífi. Ef þú ert svona ótrúlega mikið í símanum að þá sjálfsögðu eyðileggur athyglisspennuna þína. Ef þú ert með ónýta athyglisspennuna þá getur kannski hætt í símanum í staðinn fyrir það að éta pillur. Þannig að, já, ég ætla bara að enda þetta á þessum orðum. Greiðum kennurum betri laun, hættum með þetta pillur í svona miklu magni og hættið að vorkenna ykkur. Takk í dag.